Þá snúum við okkur á öðrum dagskrárlið. Í útsendi dagskrá Miðbær Kaupvangsstræti 8, 10 og 12 deiliskipulagsbreytingar. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta annar liður í fundargerð skipulagsnefndar frá 30. nóvember síðastliðnum. Erindi dagsett 5. apríl 2016 þar sem Ómar Ívarsson fyrir hönd Fasteigna Akureyrarbæjar sækir breytingu á deiluskipulagi fyrir miðbæinn vegna breytinga á lóðum númer 8, 10 og 12 við Kaupvangsstræti. Tillagan unnin af Ómar Ívarssoni hjá landslagi. Skipulagsnefnd samþykkti að senda erindi í grenndarkynningu á fundi 10. ágúst síðastliðinn. Erindi var grenndarkynnt 12. september og var athugasemdafrestur til 10. október 2016. Nokkrar athugasemdir bárust og var þeim svarað af skipulagsnefnd. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar. Takk. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið laust. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi beðið orðið. Ágætu bæjarfulltrúar, forseti bæjarstjórnar, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að gera aðeins grein fyrir atkvæði mínu í þessu máli. Þetta máli þannig á vaxi að ég sé ekki betur en að þarna sé verið að laga skipulagið til svo hægt sé að byggja tengibyggingu milli gamla mjólkursamlagshússins sem nú listasafn og svo aftur ketilhússins. Þar sem ég hef lýst því yfir hér að ég andvígur þessari byggingu þá mun ég greiða atkvæði gegn þessari skipulagstillögu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn hefur hvað sér ljós þá göngum við til atkvæðagreiðslu til að geta samþykkt þess að skefi merki. Það eru 9 sem eru á móti. Það eru 2.